Komið sæl og velkomin í þátt 11 af Fitness Tips toppþjálfunar. Ég vil byrja á því að þakka ykkur kærlega fyrir frábæra viðtökur sem ég fékk fyrir síðasta þátt 10 og út frá því fekk ég það mikið motivation að mig langar að framkvæma og gefa út vikulega þátt hérna á Instagram TV og YouTube rásinu minni að toppþjálfun. Þannig að vonandi munið hafa gagn og gaman að þessu og ég vil fá að læra eitthvað að þessu í leiðinni. En það sem við ætlum að fara í dag eru æfingabreytur sem skipta máli þegar við erum að vinna með styrk. Og þessa æfingabreytur geta klárlega skorið úr hvort þú náir að bæta þig eða hvort þú staðnir í þínu æfingaprógrammi. Til dæmis þú ert alltaf að lyfta með sama endtekningafjöldan eða sama settafjöldan með sömu þyngdina, þá er ekki séns fyrir að bæta þig í styrk. Þannig að við ætlum að byrja basically á því að tala endurtekningar. Og þegar við erum að vinna styrk, þá viljum við vinna í 1 upp í 5 endurtekningar í hverju setti. Í þessu traditional hefðbundna liftingarmódeli sem við erum að vinna með núna. Og ef við erum að vinna með 1 til 5, þá erum við að vinna í svona frá 8–10% auðvitað upp í næst í 100% rep maxi sem við viljum eiginlega aldrei gera eins og ég kem betur í á eftir. En það eins og hjá okkur hérna í toppþjálfun, þá erum við oftast að vinna í 1, 2, 3, 4, en við förum aldrei upp í 100% maxi, eins og ég tala betur eftir. Það er mjög mikið að fylgjast með settunum líka, sem sagt, þú getur aukið voljúmið til dæmis að fjölga settunum og þá ertu með færri endurtekningar, þannig að þú getur fengið kannski meiri gæða sett, verið með 3 lyftur af 6 settum og þú komið með 18 endurtekningar og því mæli ég með að þið kynni ykkur Prillapins chart. Ég nota það mjög mikið sjálfur, sem að Prillapin er gamall ólympískur lyftingaþjálfari sem kom upp með svona graf eða chart hvernig þú átt að vera með heildarvoljúm yfir æfinguna eftir hversu mikið prósent af maxi þú ert að vinna með og ef þið eru þjálfarar þá myndi ég klárlega mæla með því að þið googlið þetta og kynnið ykkur Prillapins chart því að það er bara hangandi upp á vegg hjá mér á skrifstofu og ég nota það hiklaust þegar ég er að prógrama. Tempo í hreyfiferlum, þið sem er að þjálfa og þið sem kannski hafið æft lengi þá vitið þið hvað hreyfiferlarnir skiptast í eccentric sem er leiðin og niður, þessi þyngdarafli toga í stöngina. Isometric er neðsti hlutina sem haldið spennunni í stöðinni, til dæmis segir með að fara niður, haldið í 3 sekúndur isometric og svo ítið upp og svo erum við concentric sem er leiðin upp og það er það sem við mælum alltaf þegar við erum að mæla styrk. Til dæmis í tempói, ef við erum að viljum byggja upp vöðvamassa þá kannski fókusum við miklu meira á eccentric hlutan, slow eccentric rólega niður. En isometrics hafa klárlega mikið að segja í styrk því að það getur hjálpað þér ef þú ert til dæmis staðnaður og ert að vinna í isometriskum hornum þá ert að styrkja hreyfiferilinn 15 gráður upp og niður fyrir það sem þú heldur stöngin til dæmis. Og hérna ert þú að bæta styrk í þessum 15 gráðum hérna full stórvíkill en þá ert að bæta hérna styrk 15 gráðum sikkurum megin við það sem þú ert að halda stöðinni isometrics. Og concentric er ef þú tekur 100 kg í back, það er því þú getur ítt backpressinu í concentric hlutanum með 100 kg. Þannig að ef þú ert að bæta styrkin þá viltu auðvitað bæta, og sérstaklega sprenginu þá þurfum alltaf að vinna í concentric partinu. En bremsu hlutin er meira í eccentric partinu. Þannig að þetta eru 3 hlutar sem við viljum hugsa vel og við þurfum að hugsa tempóin. Vanalega þegar við erum að vinna í hámarstyrk þá viljum við íta stönginni eins hratt frá okkur og við getum í backpressinu. Þetta er sama í hnébeygju, ef við komum niður þá vil ég keyra upp eins hratt og þið getið til að vinna í hámarstyrknum. Og þannig getum við viljum hreyfa, þunga, þyngd, hratt. Getum við hugsað ykkur að íta þyngdinu upp eins og við værum með létta þyngd á bakinu. Reyna að fara eins hratt upp og við getum ef þið skiljið hvað er að fara. Ákefð. Það er mjög mikilvægt eins og ég talaði með Prillapins chartinu, þá þurfum við að vita hversu mörg prósent af maxin okkar við erum að vinna með. Og til dæmis hjá mér, þá erum við aldrei að vinna mikið meira yfir 80–85% af maxi en það er bara til að koma í veg fyrir meiðslahættu því að við mögsum ekki alltaf hérna. Meira þegar við erum að taka test, tökum við aldrei hámarksmax því meiðslahættan eykst alveg upp til muna. Þótt að það sé alltaf gaman og ég var í daginn í einni ágæti líkamsræktarstöð sem ég heyrði strák segja að ég næ ekki 90 kg núna því ég næ ekki að bánsa á brjóstkassanum. Það er ekki lyfta það sem þú ert að vinna með 100%, þú bara slasa þig. Þannig að hugsa gæðin og hugsa hversu mörg prósent og hversu mörg prósent af hámarkinu við erum að vinna með fjölda endurtekninga. Enn og aftur, kynni ykkur Prillapins chart og það kemur hérna í þessu vídeo líka til hliðar. Hvíld. Ef við erum að vinna með hámarksstyrk, þá þurfum við að fá lengri hvíld.
til að mynda allt upp í 3 mínútur og ekki minna heldur en 2 mínútur. Það tala bara það að við þurfum að endurhlaða orkubyrjarnar til að framkvæma næsta sett og fá hámarksgæði. Og til að nýta þessa hvíld vel, þá oft gott að nota filleræfingar, sem eru einhvers konar litlar æfingar sem geta leiðrétt líkamsstöðu eða bætt jafnvel gripstyrk eða hálsæfingar eða eitthvað sem hefur ekki áhrif á framkvæmd á stóru lyftunni. Til að mynda ef við erum í hnébeyjum og við þurfum að taka filleræfingu á milli, þá vil ég ekki taka kannski einhverja æfingu sem gæti verið að þreyta á þér sem sagt framanlæri eða rassvöðuna. Hins vegar getur þú gert eitthvað sem heitir pre-fatigue sem til dæmis að þreyta hamstringinn áður að þú framkvæmir hnébeyjuna til þess að fá meiri virkni og finna meiri virkni í aftari hreyfikeðjunni út að framkvæma lyftuna þína. Þannig að það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga, en við skulum draga svona heildarmynd af þessu, að fókus á að endurtekningar séu svona 1 til 5 ef við erum að vinna með styrk, ætlum að bæta styrkin okkar. Settin, ég myndi vinna, við þurfum að fjölga þeim til að fá meira voljúm eða heildarmagn á æfingunni. Þannig ég myndi vinna ef við erum með 3 lyftur, þá myndi ég vinna upp í 3 upp í 6, 8 sett eftir hvað markmiðið er. Tempóið hreyfiferlunum, alltaf hafa á hreinu hvað þú ert að vinna með, hvað þú ert að leita eftir og til dæmis þetta getur oft verið bara þá þú þurfir aðeins að breyta tempóinu í æfingunni til að geta bætti í ákveðinni lyftu til að vera sterkari ákveðinum angles, hvort sem það er með isometrics eða hvort þú ert að vinna í eccentric, það er að segja á hlutanum leiðin niður. Og svo er mjög mikilvægt að vera ekki alltaf að maxa, þá bara grillar taugakerfið og ert aldrei að ná þínu potential. Eða ert alltaf að lyfta sömu þyngd aftur og aftur og ert aldrei að ná að, segjum að vera eitthvað í sniður að droppa úr hámarkinu niður í 90-85%, taka fleiri endurtekningar og byggja upp ákveðin base til að geta hækkað einnaremmið, þá er það klárlega málið. Og hvíldin, ef þið virðið ekki hvíldina, þá er æfingin gagnslaus. Ég vona að þessi punktar sem ég er að koma með hérna muni hjálpa ykkur og geti aðstoða ykkur að ná nýjum personal best á næstu 4 vikum. Takk fyrir.